Á ábyrgð félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins eru 17 aðgerðir sem áttu að hefjast á árinu 2024. 11 þeirra eru farnar af stað, 3 eru í undirbúningi, 3 eru ekki hafnar. Allar aðgerðirnar okkar sem falla undir flokk A vitundarvakningu og fræðslu eru hafnar, fyrir utan talsmenn fatlaðs fólks á þingi, en við stefnum að því að bæta úr því nú strax þegar nýtt þing hefur hafið störf. Við erum ótrúlega spennt og stolt að hefja vitundarvakningu framlag fatlaðs fólks til samfélagsins og samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks með formlegum hætti hér í dag. Með þessari herferð vonast til að auka almennan skilning og þekkingu innan samfélagsins sem mun auðvelda okkur að hrinda öllum öðrum aðgerðum í landsáætlun í framkvæmd og þar með tryggja réttindi fatlaðs fólks í sessi. Í flokki B sem snýr að aðgengi höfum við stuðlað að auknu aðgengi að auðlesnu efni með því að gera samning stafræna miðstöð auglýsi mál. Á allra næstunni verður gefin út handbók með leiðbeiningum hvernig gera skulu auglýsi efni sem verður aðgengilegt öllum. Vinna við að tryggja stafrænt aðgengi er einnig í fullum gangi. Svo er búið að breyta lögum svo hægt er að bjóða upp á aðstoðarmannakort og við setjum markið á að hægt verði að koma þeim af stað á þessu ári. Þannig mun fatlað fólk geta farið á viðburði eins og listsýningar, tónleika og fleira án þess að þurfa að kaupa auka miða fyrir fylgdarmanninn sinn. Við höfum hafið aðgerðir sem snúa að auknum tækifærum fatlaðs fólks til fjölbreytt náms og atvinnutækifæra. Þar má sérstaklega nefna verkefni færni á vinnumarkaði sem hófst síðastliðið haust og er samstarfsverkefni Vinnumálastofnunar, símenntunarmiðstöðva, fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og fyrirtækja. En þær aðgerðir sem eru ekki farnar af stað vonumst við til að hefja sem fyrst og er lögð áhersla á að allar aðgerðir verði komnar til framkvæmda á allra næstu mánuðum. Á ábyrgð mennta- og barnamálaráðuneytisins eru 3 aðgerðir þar sem undirbúningur hófst á árinu 2024. Þessar aðgerðir falla undir flokk D menntun og atvinnu. Okkar aðgerðir eru D1, D4 og D7. D1 er að leggja niður starfsbrautir og breyta þeim í opnar námsbrautir. D4 er áhrifamat á stuðningi við fatlaða nemendur í framhaldsskólum, háskólum og framhaldsfræðslu. D7 er að auka aðgengi fatlaðs fólks að lýðskólum á Íslandi. Við erum spennt að hefja vinnu við aðgerðirnar á þessu ári í miklu samráði við alla sem hlut eiga að máli.